Hingað kominn Dagur B. Eggertsson, fyrrverandi borgarstjóri. Dagur, vindum okkur beint að þessu. Þú hefur orðið fyrir mjög harðri atlögu frá Morgunblaðinu sem segir beinlínis að þú hafir annars vegar stýrt skrílslátum í Ráðhúsinu og hins vegar að þú standir fyrir rógsherferð gegn Ólafi F. Magnússyni. Þetta svona það sem má lesa út úr Morgunblaðinu. Ég veit nú ekki alveg hvað maður á að byrja þegar að Morgunblaðið annars vegar og þessi mál og raunar kannski þessi síðustu mánuðir í pólitík yfir leitt því að Morgunblaðið virðist einhvern veginn verið komið á þann stað í lífinu að tilgangurinn helgar svo algjörlega meðalið að ég held að miklu fleirum en mér sé misboðið. Ég held að fólk hafi nú geta bara tekið afstöðu til þess sjálft en það finnur því hvergi stað í því sem ég hef sagt að ég hef hallað orðið að Ólafi. Það sem Morgunblaðið hins vegar að gera núna er ekki nýtt. Þú manst það núna úr umræðunum skipun héraðsdómara að þegar Morgunblaðið var búið að taka alla sem að stóðu að faglega álitinu í því og alla sem að gagnrýndu Sjálfstæðisflokkinn fyrir að standa svona að vega svona sjálfstæði dómara og veita staðið með persónlegum árásum og sá að það gekk ekki, rökin héldu ekki og það var allur botn úr þessu og hvað var þá gert? Það var Þorsteinn Davíðsson sá sem var skipaður dreginn inn í myndin og sagt hætti að ráðast á hann. Það hefði enginn gert það. Nei. Og þarna er Morgunblaðið einfaldlega að nota Ólaf F. Magnússon sem skjöld vegna þess að Morgunblaðið treysti sér ekki til þess að ræða kjarna málsins í þessu sem er framganga Sjálfstæðisflokksins í borginni í þessu máli þar sem þeir láta sér sæma víkja til hliðar öllum sínum fyrri pólitísku prinsipum, öllum sínum hjartans málum, setja hugsanir sínar á útsölu, borgarstjórastólinn á uppboð og það eru þetta stór mál. Flokkurinn er í frjálsu falli í borginni, það er 75% andstaða við nýja meirihlutann og hvað gerir Morgunblaðið? Það fer í þessa lágkúrulegu nöðvörn sem er að sulla bara aur vegna þess að ef það er eitthvað sem að Morgunblaðið er hrætt við þá er það að fólk fara að velta fyrir sér getur verið að það sé einhver munur á því hvernig stjórnmálumenn gangi fram og hvernig þeir ganga til verka. Getur verið að það sé bara stór hluti af þessu vandamálu að Sjálfstæðisflokkurinn í borginu er einhvern veginn í þannig ástandi hann er tilbúinn að gera allt. Hann er komin á hnén. Hvert er samband þitt og Ólafs? Já, samband okkar hefur verið býsna náið. Á undanförnum mánuðum hefum við verið í daglegum samskiptum jafnvel oft á dag og það hefur hvergi skugga borið á það fyrr en á mánudaginn var. Og þess vegna teki ég þessi skrif sérstaklega nærri mér, ég skal alveg viðurkenna það, en ég neita, sko þetta eru pólitísk átök milli okkar og Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðisflokkurinn velur að gera Ólaf F. Magnússon að vígvelli í þeim átökum. Ég neita að taka þátt í því. Ég neita að taka þátt í því og ég neita að taka umræðina á forsendum Morgunblaðsins sem að hefur í raun ekki bara með framgöngu sinni í þessu máli, heldur öðrum undirstrikað að Morgunblaðið er löngu hætt að vera vant af virðingu sinni, það er löngu hætt að standa vörðum þau gildi sem að Morgunblaðið og sumir segja Sjálfstæðisflokkurinn stóð einu sinni við, að vera eitthvað svona borgaralegt íhald. Það er bara í einhverjum stríðsleik með stjórnmálin og allir sem að koma þannig nálægt inn opinberri umræðu eiga að bara búast til því að þeir halla orða vinum Morgunblaðsins þá eru öll meðulegir. En ef þú vart í svona nánu sambandi við Ólaf oft á dag og svona og mér heyrst einhvern veginn eins og þú hafi verið hálfpartinn ekki bara pólitískur vinnu með hann pólitískt heldur hafi verið eitthvað svona læknishlutverki líka. Nei, ég hef aldrei haldið slíku fram. Við höfum eins og að vera með nánir og það hafði engan skugga borð á það og þess vegna var ég satt byrja að segja alveg þrummi lostinn. Sveik hann þig þá ekki? Ég ætla ekki að fara að velja þessi einhverjar einkunnir. Mér finnst að með framgöngu sinni hafi í raun Sjálfstæðisflokkurinn og hann verður að axla ábyrgð á því. Hann segir við Ólaf, þú færð allt. Þú færð öll þín mál og þú færð borgarstjórastólinn. Og þú fær 500 milljónir úr borgarsjóði til þess að kaupa húsin á Laugavegi 4 og 6 3 dögum áður en
áður en menntamálaráðherra mun friða þau. Mér heyrist þú einhvern veginn leggja því framgöngum að tala ekki illa Ólaf. Ég einfaldlega tek ekki þátt í því þegar átökin í þessu máli standa á milli okkar og Sjálfstæðisflokksins. Það er pólitísku átök. Og þeir kjósa í fordæmalausri framgöngu að gera Ólaf F. Magnússon einn mann vegna þess að hann er algjörlega einangraður í þessu að vígvelli því. Ég tek ekki þátt í því. Vegna þess að ég held að það séu bara vinnubröð og leikreglur sem enginn vill sjá í stjórnmálum og ég held að fólk almennt verði einfaldlega bara að draga línu í sandinn og segja hinga og ekki lengra. En hvernig með þetta læknisvottorð, Ólafs? Hver fór fram á læknisvottorðið? Ólafur verður auðvitað að segja frá því sjálfur. En hann og Gunnar Reidar skrifstofustjóri borgarstjórnar hafa sagt mér það að Ólafur eins og aðrir hafi skilað inn vottorðið reglulega af því að hann var jú að fá launagreiðslur í sínum veikindum. Og það hafi einhvern veginn í ákveðnu hugsunarleysi þeirra á milli en ekki neinu ósamkomulagi verið talað um að hann myndi skila inn vottorðið þegar hann kæmi til starfa. Ég lít þannig á að þetta hafi verið mistök að þetta er algjör óþarfi. Það er embættismaður sem... Já, mér hefði aldrei dottið í hug að biðja neitt slíkt og mér finnst það í raun sýna hvað í raun það siðferðilega gjaldþrot sem Morgunblaðið og kannski einhverjir fleiri standa frammi fyrir og upplifa sig í þegar þeir skella þessu fram sem einhverju hatursherferð af minni hálfu því að ég fullyrði þeir hafa aldrei leitað neina sönnuna hvorki á mér Gunnar Reidar né Ólaf F. Magnússyni fyrir svona alvarlegri aðdróttum. En það er svona embættismaður sem fer þessu leitað, en þetta er ekki... Já, þetta er bara í einhverju samtölum og samkomulagi þeirra á milli og dramatíkin sem þarna er sett fram er bara gerð til þess að draga athyglinna frá meginatriðum þessa máls sem er Sjálfstæðisflokkur á hnjánum, hugsjónir á útsölu, borgarstjórastóll á uppboð, vinnubröð sem enginn á að skrifa upp á. Stjórnaðir þú skríslátum á pöllunum í borgarstjórninni? Ég róaði þegar mér fannst nóg komið, en ég tek, hver var að tala hérna? Menni að tala um að það hefur verið skipulögð skríslæti til þess að einhvern veginn að hrinda Ólafi F. fram af nöfinni, Þetta eru þetta alveg fáheyrt. Þannig eru unglegar hreyfingar sem oft boða fundi, oft fáminna að boða fund. Hvað gerist? Það mæta 1000 manns. Eru það allt einhverju menntaskólakrakkar eða félagar í unglegar hreyfingunni? Ég er ekki viss um að þær séu svona fjölmennar nema þegar allir félagar... Morgunblaðið er að reyna að kenna þér og samfylkingunum að þið hafið stjórnað þessu. Ef það er einhverjum að kenna að fólk sé reitt í samfélaginu, að það séu 75% borgarbúi sem eru á móti þessu, að fylgi Sjálfstæðisflokksins er í frjálsufalli, þá er það Sjálfstæðisflokkurinn og Morgunblaðið sem hefur leitt þá út í þetta kviksyndi með því að halda því fram að í pólitík þá sé öll meður lefileg. Í pólitík þá sé ekkert sem heiti umboð frá kjósendum, þá er ekkert sem heiti að standa við það sem maður er að boða áður að gengur til kosninga. Ég meina, hér fer fólki í sparifötin og kýs flokka og ætlast til þess að stjórnmálamenn standi við það sem þeir segja líka eftir kosningar, Sjálfstæðisflokkurinn að víkja þessu öllu til hliðar í einhvers konar hefndaráðstöðum vegna þess að þeir mistu völdin, en gleymum ekki, hvers vegna mistu þau völdin? Það er vegna þess að þeir hrundu saman innanfrá, vegna þess að Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson sem nú er að reyna að endurreisa sjálfan sig án þess að taka neitt í gegn í eigin herbúðum, gerði það án umboðs frá sínum félögum, gekk fram af öllu fólki og þau eru einfaldlega að gera það aftur. Voru þetta skríslæti já eða nei? Þarna fjallu ummæli sem ég get ekki skrifað undir, en hafi... Þú ert engin fokkings borgarstjóri? Nei, ég er það ekki. Nei, það var það. Heyrðu, ég ætla að kveðja þig Dagur og þakka þér að koma. Ég á von hér á Ólafi Páli Jónssyni heimspekingi sem að er Dagur, þér er vísað hér út úr stúdíóinu.